Og Alþingi samþykkti í dag fjárframlög til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu Íslands næstu 4 árin, samtals 24 milljarða króna. Allir viðstaddir þingmenn greiddu atkvæði með tillögunni fyrir utan Vigdísi Hauksdóttur sem var henni mótfallin. Hjörtur Hjartarson segir frá. Sameinuðu þjóðirnar hafa það markmiði að iðnríki veiti sem nemur 0,7% af vergum þjóðartekjum til þróunarsamvinnu. Áætlað að framlag Íslands fyrir árið í ár verði 0,26% af vergum þjóðartekjum en fari stig hækkandi næstu árin. Að öllu óbreyttu mun Ísland leggja til tæpa 24 milljarða í þennan málaflokk næstu 4 árin. Þetta brýtur gegn sannfæringu að vera að hækka þessi gjöld með þessum hætti. 24 milljarðar í erlendu gjaldeyri næstu 4 ár á meðan íslenska þjóðin telur sig ekki hafa efni á því að gera hér þær bætur á Landspítalanum sem þarf til að gera til að bjarga hér lífi og limum landsmanna. Er það ekki svona skylda okkar Vesturlanda þjóða að styðja við bakið á þessum minna mega sín? Gjaldþrota maður getur ekki borga reikninga fyrir aðra. 39 af þeim 40 þingmönnum sem greiddu atkvæði í dag sögðu já við tillögunni, þar á meðal Árni Þór Sigurðsson. Afstöðu Vigdísar segir Árni. Mér finnst þetta að vera niðurlægjandi. Mér finnst þetta niðurlægjandi fyrir þingmanninn og fyrir þann flokk sem hún stendur fyrir. En almennt hefur verið mjög góð og breið samstaða þessi mál hér á landi. Eins og segi við, og ég reyndar hef sagt það, þrátt fyrir að við séum og höfum verið að ganga gegnum hremmingar, efnahagslega hremmingar, að þá eru það þetta smámunir samanborið við það sem við erum að horfa á allan heim. Vigdís lætur sér hins vegar fátt finnast og stendur fast á sínu. Þetta kosningaskjálfti Árna Þór og þetta hans áhugamál og ég get ekkert að því gert hvað álit Árni Þór hefur á mér.